Menntamálaráðherra segir að kennarar, ríki og sveitarfélög þurfi að draga úr kröfum sínum til að leysa þann hnút sem kjaradeilan er komin í. Formaður KÍ segir kennara þegar hafa lagt til málamiðlun en viðbrögðin voru vonbrigði. Karlmaður lést þegar tré féll á bifreið hans á meðan stormurinn Jóvin gekk yfir Bretlandseyjar í dag. Yfir 1 milljón voru án rafmagns og hjón á Írlandi telja sig heppin að vera á lífi eftir að gafla húsi þeirra hrundi. Ekki liggur fyrir hvaða stofnanir og fyrirtæki fengju forgang takmarkað netsamband við útlönd í neyðarástandi. Sérfræðingur hjá Fjarskiptastofu telur brýnt að innviðagögn séu vistuð hér á landi. Þúsundir eru samankomin í Washington í Bandaríkjunum á samkomu gegn þungunarrofi. Bæði forseti og varaforseti Bandaríkjanna ávarpa samkomuna. Handboltalandslið Íslands getur tryggt sér sæti í 8 liða úrslitum með sigri á Króötum í kvöld. Sannkallað handboltaæði hefur gripið landsmenn. Áfram Ísland! Komið sæl og við erum fyrr á ferðinni í kvöld einmitt vegna beinnar útsendinga frá HM karla í handbolta í Zagreb en strákarnir okkar mæta Króatíu þar að loknum fréttum. En við byrjum hins vegar á kjaradeilu. Menntamálaráðherra hugnast ekki að lög verði sett að kennara komi til verkfalls og segir báða aðila kjaradeilunar þurfa að draga úr sínum kröfum. Formaður Kennarasambands Íslands segir að kennarar hafi lagt fram útspil til málamiðlunar en ekki fengið svör. Náist ekki samningar í kjaradeilu kennara fyrir mánaðamót hefst ótímabundið verkfall í 14 leikskólum og tímabundið í 7 grunnskólum 3. febrúar. Til viðbótar gætu verkfall í framhaldsskólum bæst við í lok febrúar. Formaður samninganefndar sveitarfélagana sagði í hádegisfréttum í gær að lagasetning væri til skoðunar, komi til verkfalls. Ráðherra menntamála hugnast ekki að lögbann verði sett á fyrirhuguð verkfall kennara. Það horfir náttúrulega engan veginn vel við mér. Ég vil virða verkfallsréttinn og þannig að það horfir ekki vel við mér. En ég tel ekki tímabært að ræða neitt slíkt að svo stöddu. Fólk þurfi að tala saman eða nást samkomulag. Ekki hefur verið boðað til nýs fundar í deilunni. Já, ég náttúrulega hef stórar áhyggjur af þessu. Samningsaðilar þurfa náttúrulega að ná saman og ég bara bind ennþá vonir við að þeir geri það. Ég held að báðir aðilar þurfi kannski að draga svolítið úr sínum kröfum. Báðir aðilar þurfa að vera tilbúnir til þess að ná saman og ég bara tel að við viljum ekki sjá verkfall hérna. Ég tel að þurfa að koma í veg fyrir þau vegna þess að ég held að við sjáum alveg hvaða áhrif það myndi hafa á þjóðfélagið. Kennarar eru framlínustarfsmenn og það skiptir gríðarlega miklu máli að þeir geti og séu sáttir, allavega sæmilega sáttir við sín kjör. Formaður Kennarasambandsins segir að kennarar hafi lagt fram útspil til málamiðlunar. Fundað hafi verið með ríki og sveitarfélögum liðna helgi og lagt til að styttri skref yrðu tekin varðandi launaþáttinn sem deilan hefur helst strandað á. Og að önnur mál yrðu sett í farveg. Sem að við því miður höfum ekki ennþá kannski fengið formleg viðbrögð fyrir önnur en þau að það sé eitthvað þar ekki upp á borðum sem að samningsaðilar allavega sambandsins horfa til sem lausnar og það er auðvitað bara mikið vonbrigði og við erum bara eins að vona það að ennþá komið til samtalsbyggt á því en þurftum allavega að fara yfir til okkar fólki hvernig við metum stöðuna og hver næstu skref ætti að verða. KÍ sendi frá sér ályktun í dag þar sem félagið lýsir miklum vonbrigðum með stöðu viðræðna og skorar á nýja ríkisstjórn að standa við orð sín í aðdraganda kosninga. Ég bara kalli eftir því og kallu þetta eftir aðkomu stjórnvalda. Ásthildur Lóa þekkir starfið vel og hún veit hvað við erum að tala um. Kristrún og Þorgerður voru skýrar fyrir kosningar hvað áherslur þar vildu leggja í skólamálum og þetta inniber allt það sem við töluðum liðna helgi og nú bara setjumst við niður við borðið og bara klárum þetta mál áður en að kemur til aðgerða. Einn lést og meira en 1 milljón voru án rafmagns þegar stormurinn Jóvin gekk yfir Bretlandseyjar í dag. Á heimili einu í Kerry-sýslu á Írlandi hrundi heill húsgafl miðjanótt. We are very lucky that we are alive. If this would fall inside, we'd be buried underneath, I'd say. Það var klukkan 3 í nótt sem Fagan og eiginkona vöknuðu upp við mikinn hvell. And the gable actually fell out. There's a large opening now on the side of the house. The entire roof structure is exposed and you were sleeping beneath it inside. That's our bedroom there. That's ensuite bathroom. Our bedroom is there. Window from the other side. So we're just underneath, yeah.
Vindamet fjall á Írlandi, hviður fóru upp í 51 metra á sekúndu. Svo fór Jóvin áfram yfir Bretlandseyjar og olli hvað mestum usla á norður Írlandi og í Skotlandi. Keeping our customers and colleagues safe is our number one priority. Because of that, we've had to make the very difficult decision to withdraw all of our ScotRail services throughout Friday to make sure that we keep everybody safe. Sjaldséð rauð viðvörun var í gildi fyrir hluta Skotlands fram eftir degi og appelsínugul eða gul viðvörun fyrir restina af Bretlandseyjum. Yfir 1 milljón voru án rafmagns tíma á Bretlandseyjum og víða rifnuðu tré upp með rótum. Að minnstakosti 1 lést á Írlandi þegar tré féll á bifreið hans. Óli Þór Árnason, Jóvin sögðu með þeim verri sem sögur fara af. Af hverju það? Það þurfti nokkra kröfur til þess að komast í þennan óðavöxt sem hún varð síðan að og það gekk í raun allt eftir hvað það var þar að dýpkunin var gríðarlega örrétt áður en náði landi þannig að það olli þessu mikla veðri. Já. Og veistu hver staðin núna? Núna eru þetta Skothafnir og sem eru að kljást við hana og síðan fer hún yfir til Noregs í nótt. En getur hún komið hingað? Nei, það eina sem við fáum í raun af henni að hún gefur okkur aðeins mildari norðanátt fyrir vikið. Ekki verra að heyra það. En Óli Þór Árnason, þú ætlar að fara yfir þetta allt strax að loknum fréttum og áður en handboltið byrjar. Takk fyrir þetta. Fastlega búist við að Áslaug Arna Sigurbjörnsdóttir bjóði sig fram til formanns Sjálfstæðisflokksins á allra næstu dögum. 5 vikur eru í landshund flokksins og enn hafa engin framboð borist. Heimildir fréttastofu herma að Guðrún Hafsteinsdóttir sé einnig að undirbúa framboð en hún hefur fengið áskoranir úr sínu kjördæmi, Suðurkjördæmi, síðustu vikur. Óvissa ríkir hins vegar hvort Guðlaugur Þór Þórðarson ætli að leggja í formannsslaginn í annað sinn á rúmlega 2 árum. Unnið að því að veita mikilvægustu stofnunum og fyrirtækjum landsins heimildir til forgangs samband við gervinetti komið til neyðarástands hér á landi. Seðlabankinn hefur slíka heimild en heilbrigðiskerfið og lögreglan ekki. Komið til neyðarástands vegna sambandsleysis við útlönd, þá kemur það í hlut almannavarna og fjarskiptastofu að samhæfa aðgerðir fjarskiptafyrirtækjanna. Geimferðastofnun Evrópu vinnur að því að koma upp gervihnattakerfi sem getur annað netstreymi mikilvægra innviða Evrópu ef sæstrengir rofna, ásamt Starlink og fleiri stórum erlendum einkafyrirtækjum. Og NATO sömuleiðis í þeirri vegferð að reyna að tryggja öryggi í svona áföllum sem við erum að horfa á. Það er því miður ekki bara heilbrigðiskerfið, heldur bara stór hluti af upplýsingatæknikerfum mikilvægra innviða sem reiða sig á samband við útlönd og við almenningur reiðum okkar á þetta og þess vegna eru þessi samband við útlönd svona mikilvæg. Seðlabankinn þegar komið með heimild fyrir forgangi takmarkað samband við útlönd. Það kemur þá í hlut ráðamanna að ákveða hvaða forgangur skal hafa. Liggur það ekki fyrir nú þegar? Það liggur að mínu viti ekki fyrir eins og Microsoft, Google og Amazon sem annast skýjaþjónustu til gagnageymslu þyrftu að geyma gögnin hér á landi. Það er erfitt markaðslega séð fyrir þessi fyrirtæki að sjá sér hag í því að koma slíkri þjónustu upp hér. Í lögum sé heimild ráðherra til að taka yfir fjarskiptakerfin í neyðarástandi. Það hefur heilmikil undirbúningsvinna farið fram. Ég tel nú að það sé ekkert mjög langt í það að svona lausn geti orðið tilbúin. Undirbúningsvinnan, hún hefur fengið meiri þunga síðasta árið skulum við segja. Forseti og varaforseti Bandaríkjanna tóku í dag þátt í mótmælum gegn þungunarrofi. Samfélagsmiðlarnir Facebook og Instagram eru byrjaðir að fela færslur sem tengjast lyfjum sem notuð eru til að rjúfa þungun. Mark Zuckerberg, stofnandi og stjórnandi Meta, móður fyrirtækis samfélagsmiðlana Facebook og Instagram, tilkynnti á dögunum að miðlarnir varu hættir að leiðrétta staðreyndavillur. Zuckerberg sagðist ætla að vinna með Trump að því að þrýsta á stjórnvöld víða heim sem krefjist aukinnar ritskoðunar. En síðustu daga og vikur hafa Facebook og Instagram falið færslur lyf sem eru notuð til þungunarrofs. Ein af fjölmörgum forseta tilskipunum sem Trump hefur undirritað undanfarið einmitt náðun aðgerða sinna sem berjast gegn þungunarrofi. You know how many? I believe it's 23, sir. 23 people were prosecuted. They should not have been prosecuted.
Fólki var handtekið og dæmt fyrir að loka fyrir aðgengi að heilsugæslustöð í Washington árið 2020. Og það brýtur gegn alríkis lögum frelsi fólks til að sækja sér heilbrigðisþjónustu. Aðgerðarsinnarnir ógnuðu sjúklingum og starfsfólki, einn hjúkrunarfræðingur slasaðist þegar henni var hrint. This is a great honor to sign this. Trump og varaforsetinn J.D. Vance tóku þátt í mótmælum gegn þungunarofi nú síðdegis í Washington. Trump sendi upptekið ávarp en Vance mætti í eigin persónu. I know your hearts are warm and your spirits are strong because your mission is just very, very pure to forge a society that welcomes and protects every child as a beautiful gift from the hand of our Creator. Ellert B. Schram, fyrrverandi blaðamaður, ritstjóri, alþingismaður og forseti KSÍ, lést í Reykjavík í nótt 85 ára að aldri. Ellert fæddist í Reykjavík 10. október 1939, sonur hjónanna Björgvin Schram og Aldísar Þorbjargar Brynjólfsdóttur. Hann lauk stúdentsprófið frá Verslunarskóla Íslands 1959 og lögfræðiprófið frá Háskóla Íslands 1966. Ellert var blaðamaður og síðar ritstjóri bæði á Vísi og DVAF 1981 til 1995. Hann var virkur í stjórnmálum fyrir Sjálfstæðisflokkinn og var kosinn á þing 1971. Hann sat á þingi með örfáum hléum til 1987. Ellert satt á þingi fyrir Samfylkinguna 2007 til 2009 og var varaþingmaður einnig fyrir þann flokk 2018 til 19. Þekktastur var Ellert sennilega fyrir afrek sín í íþróttum. Hann varð margoft Íslands- og bikarmeistari í fótbolta með KR og var lengi markahæsti KR-ingurinn frá stofnun félagsins. Hann lék 23 landsleiki og var nokkrum sinnum sæmdur titlinum knattspyrnumaður ársins. Þá var hann sæmdur riddarakrossi hinnar íslensku fálkaorðu. Ellert var formaður KSÍ árabil og forseti ISÍ sem síðar varð íþrótta- og Ólympíusamband Íslands 1991 til 2006. Með þeirri konu sinni Önnu G. Ásgeirsdóttur átti Ellert 4 börn. Sonur Ellerts og Ásdísar Þórðardóttur er Arnar Þór Jónsson sem var ættleitur. Eftirlifandi eiginkona Ellerts er Ágústa Jóhannsdóttir og eignuðust þau 2 börn. Vinnumálastofnun stefnir enn á að búsetuúrræði fyrir á 300 hælisleitendur verði opnað í J.L.húsinu í Vesturbæ Reykjavíkur. Verkefnastjóri hjá Reykjanesbæ segir móttökuna hafa gengið vel eftir að fjöldinn fór undir 1000. Áform Vinnumálastofnunar búsetuúrræði fyrir hælisleitendur í J.L.húsinu í Vesturbænum eru í uppnámi eftir að leyfi var fellt úr gildi í gær. 1500 hælisleitendur bíða úrlausnar sinna mála á hverjum tíma hér á landi. Meiri hluti þeirra býr í fámennum kjörnum, en Vinnumálastofnun rekur 2 stærri úrræði, annað í Hafnarfirði og hitt á Ásbrú í Reykjanesbæ. Á Ásbrú búa 300 manns og miðpunkturinn er í gamla offiseraklúbnum. Erum hérna með þjónustuviðtöl, þjónustuteymi okkar vinnur hérna. Hérna er lítið skólaúrræði sem við vinnum í samstarfi við Háaleitisskóla, það sem er svona móttöku bekkur í rauninni og það sem að krakkarnir koma svona fyrst inn og þarna er þetta gert klár fyrir þá grunnskólagönguna. Og það var mjög mikill munur þegar þetta var úrræði sem við erum í hér var sett á laggirnar og það var hægt að vera með þessa móttöku og að börn kæmu hinga fyrst áður en þau færu inn í grunnskóluna og já, við fundum mjög mikið mun. Einar Þorsteinsson borgarstjóri sagði á Vísi í gær að hann væri mótfallinn því að miklum fjölda hælisleitenda verði komið fyrir í J.L.húsinu. Það sé ekki æskilegt að fjöldi hælisleitenda sé hýstur á sama stað. Við vorum ósátt við það þegar sá fjöldi fór til dæmis yfir 1000 og þá stoppuðum við og áttum samtal við Vinnumálastofnun, það var árið 2022. Eftir að íbúum fækkaði í 300 gangi mun betur. Vinnumálastofnun telur að 200 til 300 manns á sama stað sé hinn gullna tala. Þegar við erum með úrræði, mörg fámenn úrræði, þá reynist það vera dýrt, það er óskilvirt og þjónustan verður verri. Arnór segir að J.L.húsið sé einstaklega vel staðsett. Það sé stutt í alla þjónustu og húsið mátulega stórt. Og stofnunin hefur ekki gefið upp vonina að geta komið slíku úrræði fyrir í húsinu. Öll okkar plön náttúrulega miða við það að við getum komist þarna inn. Eftir rétt tæp 3 korter hefst leikur Íslands og Króatíu í milliriðli HM í handbolta í Zagreb. Einar Örn Jónsson er okkar maður í Arena Zagreb og það virðist vera heitna í kolunum þar. Já, eða hvað Einar Örn Jónsson?
Já, heldur betur. Það uppselt á þennan leik og hér verða 15.000 áhorfendur rúmlega á eftir. Kannski 10. hluti þeirra eru Íslendingar en restin eru Króatar að reyna að hvetja sitt lið til sigurs. Egyptar voru að vinna Slóveni hérna rétt áðan sem þýðir fyrir okkur Íslendinga að það dugar bara ekkert annað en sigur á móti Króatíu og það einfaldasta leiðin líka inn í áttalegúrslitin. Það verður alveg örugglega mjög heitt hérna og mikil stemning og mikill hávaði og mér skilst það að sama sig upp á teningnum í mínigarðinu þar sem Sunna Karen Sigurþórsdóttir er, eða hvað? Jú, sannarlega og það má líka bara segja að það ríki ákveð handboltaæði, brjálæði jafnvel og þetta æði tekur á sig ýmsar myndir og skreytingaglaðir nutu góðs af í dag þegar þeir fóru í Holtagarða og nældu sér í allt mögulegt í íslensku fánalitunum en nýttu líka tækifærið og keyptu sér eitthvað fallegt fyrir sína nánustu í tilefni bóndadags. Ástin var í loftinu þegar fréttastofa lit við í partílandi miðjandag þar sem keyptar voru blöðrur og gjafir fyrir heimsins bestu pappa og bændur enda bóndadagur í dag. Þessar eru búin að rjúka út í dag sko, það eru allir bóndar í dag, eru bestu bóndar í heimi. En þó bar meira á að fólk kæmi til þess að kaupa skreytingar í fánalitunum enda stórt kvöld framundan og verslunin líka skreytt í takti við það. Fyndið alveg strax að því lengar sem við erum að komast áfram í riðlinum þá eiginlega mynda stemmingin miklu meira og núna á síðustu dag búið að fara bara ótrúlega hratt. Ég finn að fólk er að skreyta vinnustaði og heimili og hafa svolítið Íslands fána og blöðrur þema og svona. Hún segist finna vel fyrir eftirvæntingu í loftinu. Fólk er meira svona léttar þegar það hefur eitthvað svona til hlakka til og tilefnin að koma og kaupa og skreyta og gera eitthvað svona aðeins meira stemmingu í kringum þetta. Mest er keypt af fánalengjum en þverslaufur hafa líka verið vinsælar en það sem trónir á toppnum er andlitsmálingin. Algjör snilld sko, það eru margir að grípa þetta með sér og þetta er bara svo einfalt og bara stríkur eins og niður og þetta komið sko. Bara mætt með Íslandsfánum, þetta er geggjað. Og þær stöllur eru sannarlega klárar í kvöldið. Áfram Ísland! Já, áfram Ísland og það er líka viðkvæðið hér í mínigarðinum. Hér verður þétt setið í kvöld og raunar svo þétt setið að það komast ekki fleiri að. En í hópnum fann ég 2 handboltakempur, Silfur stráka Ingimundason og Hreiðar Levi Guðmundsson. Hvernig svona er að fylgjast með strákunum á sjónvarpsskjá? Bara frábært, mjög spennandi og já, maður lifir sér alveg vel inn í þetta og bara dettur inn í sama gír og allir þannig að bara frábært. Hitlar þetta ekkert í puttana að vera bara þarna með þið? Jú, vissulega. Sérstaklega þeirra gengur svona vel, sko. En þetta er bara, það er bara virkilega brjálæð stemming í þessu, brjálæð stemming í strákunum og þá er þetta alltaf mjög skemmtilegt. Þetta var, sko, það er eiginlega furðulegt til þess að hugsa að það eru bráðum komnir 2 áratugir síðan þið gerðu allt vitlaust hérna á Íslandi. Þetta hlýtur að hafa verið rosalegt ævintýri. Já, maður fyrir að líta tilbaka en 2 áratugir er svolítið sláandi að heyra það en það er vist rétt. En jú, það var mikið ævintýri og þegar maður lítur tilbaka þá það er stórt að hafa fengið að taka þátt í þeim árangri og því ævintýri bara, sko. Þannig að, bara frábært, sko. En eru þið með einhverjar ráðleggingar til strákana? Nei, bara að halda áfram. Þeir eru bara hinga til á mótinu, það er bara með allt upp á 10. Þannig að bara running gun, sko, bara áfram gakk. Takk kærlega fyrir þetta. En það er fagnað víða. Alexander Kristjánsson er á þorrablóti Kópavogs. Og Alexander, ég vona að þú sér komið með hardbacks á hendurnar því ég ætla að senda þennan bolta yfir til þín. Já, takk fyrir það sem hér í kórnum í Kópavogi er alltaf verða klárt fyrir þorrablót Kópavogs. Hér hjá mér eru þær Olga Bjarnadóttir og Eva Rúsa. Já, Olga, þetta er stærsta þorrablót ársins. Já, klárlega. Þetta er langstærsti menningarviðburður Íslands og við í Íþróttafélaginu Kópavogi, Gerpla, Breiðablik og HK, við stöndum að þessu þorrablóti og þetta er langstærsta samkoma á þorrablótunum bara á Íslandi. Nú fellur þetta sama við þennan landsleik, það kemur ekkert annað til greina en að sýna hann. Nei, það er búið að vera mikið áskorunum að sýna þennan leik og sjálfsögðu við erum handboltaþjóð, þannig að við ætlum að styðja við strákana hér og svo fögnum við bara vel í lokin og treystum og trúum að þeir muni gera þetta vel. Ef að þú ert að veislustýra hér í kvöld og ekki í fyrsta sinn,
Þetta vantar í fyrsta sinn sem þú veislustýrir handboltaleik. Þetta í fyrsta skipti sem ég veislustýri handboltaleik, en einhvern tímann allt fyrst. Og þetta náttúrulega hitt lið mitt líka, Króatía, þannig að hjarta verður á fullu í kvöld, get ég alveg sagt ykkur. Þú verður svona eiginlega sigurvegari sama hvernig fer. Það í rauninni, ég verður eins og pabbi, það alveg sama hvernig það fer, ég mun alltaf vera sigurvegari. En Íslendingur alveg inn í beini, þannig að áfram Ísland. Ég verð að láta ykkur spá hérna í lokin, hvernig haldið þetta fari? Þetta fyrir 24-22 fyrir Ísland, klart. 27-26, þetta verður naumt á numum og þegar við vinnum, þá munum þessi armbönd blikka bláu og hvítu. Fyrsta skipti á Íslandi, blikkandi armbönd í kvöld. Fyrir Ísland. Einmitt það, vonum að fyrir einist sannspáar hér í kvöld, við sendum boltan aftur upp í efstaleiti. Og við grípum boltan með Harpix eins og Sunna Karen sagði við þig áðan, en áður takk fyrir þetta, en áður við kveðjum ykkur ætlum við að rífa upp helstu atriði fréttatímans. Menntamálaráðherra segir að kennarar, ríki og sveitarfélög þurfa að draga úr kröfum sínum til að leysa þann hnút sem kjaradeilan er komin í. Formaður KÍ segir kennara þegar hafa lagt fram málamiðlun en viðbrögðin voru vonbrigði. Karlmaður lést þegar tré féll á bifreið hans á meðan stormurinn Jóvin gekk yfir Bretlandseyjar í dag. Yfir 1 milljón voru án rafmagns og hjón á Írlandi telja sig heppin að vera á lífi eftir að gafla húsi þeirra hrundi. Ekki liggur fyrir hvaða stofnanir og fyrirtæki fengi forgang takmarkað netsamband við útlönd í neyðarástandi. Sérfræðingur hjá Fjarskiptastofu telur brýnt að innviðagögn séu vistuð hér á landi. Þúsundir eru saman komin í Washington í Bandaríkjunum á samkomu gegn þungunarrofi. Bæði forseti og varaforseti Bandaríkjanna ávarpa samkomuna. Þessum fréttatíma er að ljúka og komið að veðurfréttum og svo það handboltinn í beinni útsendingu frá Zagreb þar sem Ísland mætir Króatíu hér rétt á eftir. En við hér á fréttastofunni við vonum svo sannarlega þið njótið helgarinnar, leið við kveðjum ykkur og segjum áfram Ísland. Komiði sæl. Það er búið að vera versta óveður á Írlandi og í þessum töluðum orðum það kannski frekar Skotland og svo hér inn á Norðursjó, en hún síðan á leiðinni til á suðvesturströnd Noregs og heldur síðan áfram upp með Noregi á morgun. Þannig að öðru leyti er ósköp lítið að vera. Lægðin hérna austan við Hvarf, hún situr föst í skjóli við Grænland, en svo hins vegar þessi lægð hér sem stefnir á Írland að hún síðan aðfaranótt mánudags með annan storm en ekki neitt af nærri því sömu stærðargráðu og sá sem fór yfir í morgun. Á hitasviðinu hins vegar er ósköp lítið að vera hjá okkur. Við erum í mjög svipuðu lofti og erum núna, þannig að þetta er svona í kringu frostmark og það má svo sem kannski þakka þessari lægð fyrir það að hún ýtir hérna mildar á lofti aðeins fyrir norðanland og kemur síðan aftur til okkar, þannig að þetta er ekki